Í þessu myndbandi ætlum við að kynnast betur skipuninni if-else sem lykkja, þó án þess kannski að vera beint lykkja, hún fer ekki aftur og aftur í gegnum sama hlutin, heldur erum við að velja leið í forritinu. Það má alveg segja að hún virki þannig að við spyrjum einhverjar spurningar og spurningin þarf alltaf að byggja á því hvað ástand á breytu einhvers staðar. Við skoðum sem sagt með if-spurningunni hvaða ástand á breytunni, hún í einhverju tölu sem innan ramma sem við viljum skoða nánar eða hún ekki innan hans og svo framvegis. Og hún sem sagt spyr bara stöðuna á breytunni. Ef að svarið rétt, þá fer hún í gegnum einhverja röða skipunum sem við erum búin að búa til. Ef ekki, að þá einfaldlega leitar hún annað og skoðar hvort það séu fleiri skipanir sem að kanna stöðu. Else if skipanir gera nákvæmlega sama á if skipunin, en þær fylgja if skipun og skoða stöðuna ef að if skipunin stenst ekki. Og við getum haft alveg endalaust margar else if skipanir í rauninni. Og við getum líka náttúrulega farið bara beint í if og svo else skipun og farið tilbaka í lúpun okkar. Eða látið hann að gera einhverjar aðrar skipanir hérna niðri. If skipunin þarf alltaf að innihalda einhverja spurningu sem við nefndum áðan, og hér spurningin breytan, einhver breyta sem við viljum skoða, jafnt og 1. Það getur að 2 samansammerki, ég fer aðeins betur yfir þá eftir, en spurningin hérna og hún innan sviga alltaf með if spurningunni, breytan jafnt og 1, eða innihald breytunar jafnt og 1. Og ef að svarið rétt, þá fer hún í slaufusvegan fyrir neðan og í þessu tilviki myndi hún prenta út að svarið rétt. Ef að hins vegar svarið ekki rétt, þá fær hún bara niður fyrir slaufusvegan og tækir þær skipanir sem koma þar á eftir. Skulum skoða þetta í Arduino IDE. Hér erum við með lúpuna. Hún byrjar bara hér. Ég bý til breytu hér sem heitir i og ég gef henni gildið 0. Og hér spyr if spurningin i jafnt og 1. Og ef að svarið rétt, þá myndi hún segja rétt. Ef að það stenst ekki, þá fer hún niður fyrir slaufusvegan og prentar út næstu skipun þar á eftir sem það þá rangt. Svo bara skoða hvernig það kemur út. Og svo það rangt, en það gaf ég þessu gildið 1. Skulum prófa að breyta því ég gaf þessu gildið náttúrulega 0 segi ég, og skulum prófa að breyta því 1 og sjá hvað gerist þá. En þá ætti væntanlega að koma rétt reyndar. Já, ég sé það reyndar að ég hefði kannski betur átt að sleppa íslensku stöfunum. En það smá vandamál reyndar, það kemur líka rangt. Og það bara einfaldlega vegna þess að hún prentar út, hún skoðar gildið á i sem 1, prentar út rétt, klárar slaufusvegan og fer svo í næstu skipun sem hún á að prenta orðið rangt. Það hægt að sleppa slaufunum. Það hægt að gera þetta bara á svona einfaldan hátt að gera þetta í einni línu. Ef að breytan jafnt og 1, að þá prentað út rétt. Bara beint fyrir aftan og engar slaufur. Og það hægt að gera þetta ennþá einfaldara ef við vitum að breytan sem við erum að vinna með svokallað boolean, sem þá annarkvort true eða false, sem sagt annarkvort rétt eða röng, að þá getum við hreinlega spurt bara ef breytan, þá prentum við út rétt, og ef ekki breytan, þá setjum við svona upprópunarmerki á undan og þá prentar hún rangt. Þannig að það hægt að gera þetta mjög auðvelt og einfaldlega. Hér sést svo hvernig samanburðurinn fer fram. Við spurningarinnar x
jafnt og í og við gerum það með tveimur samasemmerkjum. Það má alls ekki gera það bara með einu af því að þá rauninni setjum við gildið af í breytuna x. Þannig að það verður að gerast með tveimur samasemmerkjum. Hér er spurt svo þegar x er ekki jafnt og í, þegar x er minna en í, x er stærra en í, x er minna en eða jafnt og í og x er stærra en eða jafnt og í. Þessi samanburðartabla eða þessi tabla með þessum upplýsingum verður líka í textanum sem fylgir myndbandinu. Þið munið eftir hvernig það gerist áðan að þegar breytan tók gildið 1 þá prentaði hann út bæði rétt og rangt og ég get komið í veg fyrir það með því að spyrja náttúrulega spurningarnar áfram. Er breytan jafnt og 1? Jafnt og 1, ef að svarið er rétt þá á hann að prenta það út en einungis þá náttúrulega ef það er rétt með L-spurningunni að þá bæti ég þeirri forsendu að ef að þetta skildi nú vera rangt þá prentar hún þetta en aðeins þá. Þannig að hún ætti ekki að prenta núna út hvort tveggja eins og hann gerði áðan. Við skulum skoða það í Arduino IDE. Hérna er ég búinn að setja þetta upp. Við skulum hlaða þessu upp á Arduino tölvuna og skoða svo á monitornum hvernig þetta kemur út. Og það er rangt. Já, eðlilega, hérna er yðið 3, við skulum setja það sem 1 og hlaða því upp aftur. Skoða monitorinn og nú prentar hún þetta rétt. Já, algjörlega rétt. Nú skrifur hún alltaf rétt og hún fer ekkert í að prenta út þetta rangt út af L-skipuninni. Hér er svo búin að bæta inn annarri forsendu, það er að segja else if skipun. Þannig ég spyr fyrst if skipunar, ef að breytan er jafnt og 1, þá á hann að gera eitthvað ákveðið fyrir mig. Annars á hann að skoða breytuna aftur og sjá hvort að staðan sé á henni sé 3. Og ef að það er rétt, þá gerir hann einhverja skipanir fyrir mig. Annars, ef að hvoru forsendan hérna undan stenst, þá prentar hann út þetta síðasta. Já, við skulum skoða það í Arduino IDE. Ég er búinn að setja þetta upp hérna. Hér er breytan í, hún er jafnt og 1 og það þýðir það að hún ætti að prenta út fyrir mig núna að svarið sé jafnt og 1. Við skulum sjá hvernig það kemur út á monitornum. Svarið er 1, það passar. Þá skulum við breyta gildinu á í 2. Hlaða því upp aftur og það sem hún ætti að gera þá núna fyrir okkur er að fara inn í þessa forsendu hér þar sem að hún skoðar hvort að gildi sé 2 og prenta út svarið er 2. Og það stendst alveg. Og þá skulum við prófa að þriðja gildið og skulum bara setja inn gildið 0 og sjá hvernig það kemur út. En þá ætti hún að fara í L-spurninguna og prenta út rangt. Og það gengur allt upp líka, þannig að ég verðist að hafa gert eitthvað rétt í dag líka. Þetta er sem sagt if-loopan eða if-skipunin. Hún spyr breytu og stöðun á henni. Ef svarið er á einn veg, þá fer hún hér. Ef ekki, þá fer hún í aðra leið, en hún getur spurt þá aftur spurningarinnar else if hvort að svarið sé einhvern veginn öðruvísi. Þannig að við getum í rauninni lagt inn mjög margar svoleiðis forsendur í líkina. Ég vona að þetta hefði hjálpað ykkur við að skilja if-else skipunina miklu meira á heimasíðunni minni og endilega hafið samband ef það er eitthvað sem ég get aðstofað með.